Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, ég þarf ekki að taka það fram, þið vitið það að undanfarna daga og sólarhringa hefur gengið á með ofsastormi, snjókomu, nú eða hláku og þess á milli þegar styttir upp þá varla fært á milli byggðarlaga vegna snjóa, nú eða hálku. Nú, en Hjalti vinur minn Stefánsson, tökumaðurinn okkar fyrir austan, hann lét þetta ekkert á sig fá. Honum tókst að brjótast alla leið úr Eiðaþinghá og þar sem hann býr á Tókarstöðum út í Hjaltastaðaþinghá, þar sem hann á reyndar æsku slóðir. En Hjalti fór í Hjaltalund og það þarf ekki að taka það fram að hvoru tveggja Hjaltalundur og Hjaltastaðaþinghá bera nafn eftir Hjalta. En að þessu sleftu það voru kvenfélagskonur sem voru að þinga í Hjaltalundi og ástæðan var sú að þær voru að gefa út bók sögu kvenfélagsins, ástæða til þess að gleðjast að því tilefni. Og þegar kvenfélagskonur koma saman þá taka þær nú gjarnan lagið, bjóða upp á góðar tertur og svo voru líka unga fólkið að spreyta sig við hljóðfærið. Við skulum bregða okkur í Hjaltalund og sjá hverju þar fór fram. Lesið upp af blöðum og bókum, belli, miðar og rukkunar fár. Þetta rétt sem við eftir tókum að þessi gjöld skuli hækka í ár. Ólafur hristir höfuðið þá, Hallveig var nærri því undrandi að sjá. Hér í dag erum við að fagna því að við vorum að gefa út, Kaupfélagið Björk í Hjaltaþinghá var að gefa út sögu félagsins í 85 ár. Við ákváðum það 2010 þegar við áttum þá afmæli að nú erum við að fara að gera eitthvað og það var skipuð ritnefnd og þetta afraksturinn af því. Já, kápan, mér finnst kápan mjög skemmtileg en það voru nú ekki allar alltaf að mér sammála hvernig við ættum að hafa kápuna. En endurinn var nú þessi. En einna eiginlega lengsta tíman tók að ákveða hvort að ætti að rita Hjaltastaðaþinghá með R-i eða A-i. Hvort það ætti að vera Hjaltastaðaþinghá eða Hjaltastaðarþinghá. Það eiginlega var mesti ágreiningurinn en aldrei neitt alvarlegur, þetta hafðist alltaf lokum. Á heildsölu, ávexti og kryddjurtir kaupa, kakó, dropa og pottefni gott. Þó karlbörnin séu að krauma og rauma, kröfurnar eru að allt sé nú flott. Ástrún pöntunar bjössan sinn, prúttar hún Þóra við kaupmanninn. Þessi bók að mínu viti heimild, fyrst og fremst heimild störf kvenfélagsins okkar. Og mér finnst alltaf lítið gert af því að kvenfélagunum sé gert til, þeim sé hampað því það er mjög margt sem þau hafa látið af sér leiða í samfélagunum út allt land. Og það kom mér eiginlega mjög mikið óvart því ég fór að fara í gegnum söguna hversu mikið það mikið starf hefur verið unnið. Og í þessari bók náttúrulega hvergi nærri allt tínt til. Það var allt og mikið mál að fara í það. Þess vegna stikla svona á því stærsta. Og í þessari bók eru myndir af öllum félagskonum frá upphafi nema einni. Í þessari bók eru náttúrulega saga félagsins, ýmiss konar minningar sem eru tengdar félaginu, ljóð eftir félagskonur sem tengjast félaginu og ýmislegt fleira. Konurnar fá sér nú kaffisopa, kannski dauða sér nokkuð á leik. Eftir það munu þær alls ekki hopa og
eitthvað leynist í þoku og reyk. Samvindu fjöllunum semja þær úr, situr þá mallaði rósanna flúr. Tralala, rallala, 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 rallala. Við erum 10 sem hefum starfað, erum núna í félaginu. Það var í dálítið lægð fyrir mörgum árum síðan, en sem betur fer fyrir sveitin okkar, þá bættist nýtt fólk hér inni. Það voru svo elskulegar að koma í félagið og núna er bara leiðin upp á við alveg. Og ég er mjög stolt af því að hafa komið því í verk að þessi bók skyldi vera til. Það er heilmikið að gerast í félaginu. Við erum alltaf náttúrulega reglulega með fundi og svo erum við með árlega barnasamkomu alltaf milli jól og nýjárs og við erum með sumarmálagleði sem er hátíð sem við höldum alltaf á vorinu í kringum sumarmálin og er svona stærsta tekjulindin okkar. Og þar er reynt að hafa sem mjög fjölbreytta dagskrá. Mest reynum við að fá dagskrá frá fólkinu okkar sem er hérna annaðhvort héðan úr sveitinni eða býr hér í sveitinni. Og þetta hefur verið mjög vel sóttar samkomur gegnum árin. Ég vona bara að þessi bók verði til þess að fleiri félög fari á stað. Því það er náttúrulega til eldri félög í landinu heldur en okkar félag. Og það er mjög verðugt verkefni fyrir félögin að taka sér til og skrá sögu hvers félags. Málefnin reynd ekki mega hér sofa, mannfagnaðar halda á stund. Íslands sér hreyfð og tófa og dvelja saman í hjartalund. Gunna brosir og Helga hlær, hér varðar Dísa sem sól sér á lær. Rallala, 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 rallala. Ég veit ekki hvernig það er með ykkur, en einhvern veginn finnst mér eftir því sem ég eldist að veturinn verði lengri og sumrin styttri. Sennilega er þetta nú bara ímyndun. En þrátt fyrir það, mig langar að stytta ykkur aðeins veturinn, sýna ykkur nokkrar myndir, fallegar myndir frá því í sumar með ljúfu lagi eftir Austfirðinga. Nú við byrjum á kaldri vetrarmynd en síðan tekur þíðan við. Gjörið þið svo vel. Það hlýr og fagur dýrðar dagur, dögg og jörðin brosir hlýju sumrinu mót. Fljótsdal sér hann sveipað inn í sindrandi grænan skóg. Sólgullið skín lagar fljót. Og við siglum tvö í sunnan blænum. Svona getur lífið verið elskendum gott. Í ljósu hári
Ljósa skínandi slóð, gleði, bros og gaman, greipti minningasjó, greipti minningasjó, greipti minningasjó. Ég veit ekki ykkur en ég þekki varla hausnés sporð á enska fótboltanum. Þó veit ég að það eru margir sem sleppi ekki tækifæri til þess að horfa á fótboltaleik í sjónvarpinu og helst vilja menn nú bara komast allan leið til Bretlands og fara þar beint á velli viðkomandi liða, þeirra liða sem þeir dá og elska. Nú ég veit einn púllara fyrir austan, mann sem styður Liverpool alveg fram í rauðan dauðan og hann búinn að skrifa bók einn helsta liðsmann Liverpool á undanförnum árum. Ég held að það verið 4. janúar þá fékk ég tölvupóst frá Guðjón Inga Eiríksssyni sem á og rekur bókaútgáfuna Hóla og hann stakk að mér þeirri hugmynd hvernig það væri að skrifa bók Steven Gerrard sem knattspyrnugóðsögn frá Englandi, spilaði með Liverpool í áraraðir og var svona einn besti knattspyrnumaður sinnar kynslóðar. Bara nokkru dögum seinna þá voru ég og kona mín að fara til Þýskalands til að dveljast þar í hálft ár ætluðum við að vera. Og ég hef nú orðað eftir það, svona núna upp á síðkastu þegar ég var aðeins verið spurður þetta, að ég hafi tekið þessa hugmynd með mér í bakpokanum. Og við ferðumst nokkuð víða þetta hálfa ár sem við vorum úti. Og yfirleitt þá var ég með bakpoka með mér á þessum ferðum og þessi bók hérna þetta ævisagan sem kom út fyrir nokkrum árum. Hún var eiginlega alltaf með mér í bakpokanum. Og hún var meira að segja í Kína, þá fórum við í innanlandsflug frá, innanlandsflug í Kína, frá Hong Kong og inn í land og ég var með bók hérna í bakpokanum og við þurftum að fara í gegnum einn flugvöll á leiðinni. Þar var landamæraeftirlit og þar tóku þeir bókina af mér og þar var svona óbreyttur skoðunarmaður á flugvellinum og hann tók bókina og skoðaði hann í krók og kring og kallaði á mann sem var greinilega háttsettar en hann var með stóra og mikla derhú allavega, vígalegur. Og hann tók bókina og skoðaði þetta líka og þeir veltu henni á milli sín og svo endaði hann með að hentu bókina eftir hún í bakpokan, hún hefur ekki talist vera hættuleg. Það endaði svo á því að ég skrifaði Guðjóni prufukafla á sendunum. Það hefði ekki verið í apríl. Þá var ég ekki búinn að gera neitt í því að byrja skriftir. En ég sagði bara Guðjóni, þú verður bara að meta það, ef þú heldur að sé eitthvað vit í þessu svona eins og ég að setja þetta upp, þá bara, þú segir bara af eða á. Og hann svaraði mér bara næsta dag held ég og sagði bara þetta fínt og þú bara gerir þetta, þú verður bara að fara að byrja. Og reyndar var bókin miklu lengri heldur en átti að vera. Svo þetta, ég bjó mig bara svona til formúlu það hvernig væri hægt að skrifa þetta og ég hugsaði sem svo að það þýddi ekki að vera að tala alltaf hennar mann þó hann væri auðvitað einn besti leikmaðurinn í sögu Liverpool og frábær. Þegar hann sér upp á sitt besta. Þá taldi ég að það myndi vera leiðilegt að bara vera að hjakka í því fram og aftur hvað hann gerði og hann skoraði og eitthvað. Þannig ég ákvað eiginlega að segja sögu félagsins á þessum árum sem hann var hjá félaginu. Sagan byrjar á því að hann fer á sinn fyrsta leik með pappa sínum þegar hann var 6 ára gamall. Og svo reyni ég bara svona segja söguna frá því að hann byrjaði að æfa 8 ára gamall og hans æðsti draumur var að spila með liðinu. Þó það var ekki nema einn leik eins og hann hefur sagt frá seinna. Það var eiginlega stærsta stundin á ferli hans þótt hann eftir að vinna Evrópubikarinn og ýmsa titla og leika fjöldan allar af leikjum, landsleikjum, spila á heimsmeistaramótum og öðru. Það var eiginlega, hann hefur oft talað um það sjálfur að einn stærsta stundin hafi verið svo þegar hann spilaði fyrsta leikinn fyrir félagið. Þá rættist bernsku draumurinn. Ég hafði nú þegar ég var alast upp á Krossi í Fellum, þar sem ég alinn upp, þá hafði ég ekki áhuga á íþróttum til að byrja með. Ég hafði reyndar alltaf mikinn áhuga á svona sagnfræði og ég las mikið til Rómaveldi og eitthvað svoleiðis, mannkynssögu og Íslandssögu.
Svo einn góðan veðurdag þá gefur bekkjarbróðir minn, Ármann Einarsson, sem að ýmsir þekkja nú frá tónlistarkennslu og öðru og dansi núna, frægur dansari. Hann gaf mér mynd af knattspyrnumanni sem að ég hafði þekkti hvorki haus né sporð á, en þetta var, ég var 11 ára, þetta var 1976, einhvern tímann, seint á árinu, og þetta var mynd af Kevin Keegan sem var þá stórstjarna hjá Liverpool, og eftir það fór ég að grúska í sögu félagsins og halda með því og stutta alla tíð síðan. Ég hef búinn að fylgjast með Steven Gerrard bara, ég satt hérna bara í stofunni og sá hann spila sinn fyrsta leik þegar hann kom inn á sig varamaður. Það var seint í nóvember 1998, þá spilaði hann sinn fyrsta leik og nú var þetta þessi nútíma tækni þannig að allir leikir eru sýndir, þannig að ég hef séð flesta leikina. Ég hef farið nokkur sinnum út og síðan Liverpool spila og það vill nú þannig til að ég sá svona nokkra merkistundir á ferli Steven Gerrard. Ég sá hann skora frægt mark sem var það var 2001. Þá var svona mark sem að ég myndi telja hafi skotið honum svolítið upp á stjörnuhimininn. Glæsilegt langskot á móti Manchester United í leik sem Liverpool vann. Og í vor fór ég til Liverpool, þá flög ég frá Þýskalandi, þannig sem við vorum til Englands og sá hann spila, það hefði ekki verið fjórði síðasti leikurinn hans sem hann spilaði og það var á Anfield. Liverpool vann þann leik 2-1 á móti Queen's Park Rangers og þar skoraði Steven Gerrard og það var svolítið gaman að vera vitni að því. Þetta var síðasta sigurmarkið sem hann skoraði á ferlinum. Oh goodness me! What a strike from Steven Gerrard! I told you, don't write them off. Well. Hann búinn að vera svona holdgervingu félagsins, besti leikmaðurinn, draga liðið áfram. Það hefur nú ekki alltaf verið nógu öflugt fyrir okkar smekk stuðningsmennina síðustu árin, en þetta svona eitt stærsta nafni í sögu félagsins af mörgum. Fyrst og fremst þá höfða nú sennilega bókin til stuðningsmanna Liverpool. Hún en jafnframt held ég að hún geti svo sem verið áhugaverð fyrir bara knattspyrnu og áhuga menn. Hún, eins og ég sagði áðan, þá segir þessi saga söguna af þessum strák sem á þennan draum og draumurinn rætist og hann má kannski bæta því við að hann svona ennþá vinsælli vegna þess að það eru svo margir stuðningsmenn sem að eiga þennan draum. Þeir og þá sérstaklega þeir sem eru fæddir í borgunum sjálfum, eða tilviki Liverpool, sem eru fæddir í Liverpool, fylgjast með liðinu sínu og það gerir þessa leikmenn eins og Steven Gerrard var sem að fæddist, gekk upp í gegnum allt starfið á félaginu og verður svo stórstjarna. Þessir menn eru vinsælustu mennir hjá félagunum alltaf, þessi heimaöldu leikmenn. En ég vona bara að þeir sem að lesa bókina njóti þess bara að lesa söguna. Nú á undanförnum árum hef ég af og til sýnt ykkur hérna í Glettunum ýmsar náttúruperlur af héraði. Nú sumar þessar perlur hafa jafnvel sjaldan sést í sjónvarpi og eins og síðasta, Þerribjörg, hún hefur held ég bara ekki komið á skjáinn áður. Það var margir beðið mig að sýna þetta myndbrot aftur og ég ætla að láta það eftir þeim. Gjörðu svo vel. Nú erum við stödd hér í Múlahöfn sem svona fallega mynduð höfn á náttúrunnar hendi sem var notuð fyrir árum áður og var meira þess að gerð að löggildri verslunarhöfn 1890. En það var nú bara einu sinni skipað upp því að það er svo erfitt að koma aðfengu hérna í burtu eins og sást á leiðinni hérna niður. Nú það voru líka verið hér í verum og það var hér verið að vera hákarl og líka fisk og þá var það ýmist flutt
held ég á litlum bátum í Kerið og skipa þar upp eða þá farið með það hér upp á bakinu. Við stikuðum hingað fyrir nokkrum árum, stikuðum leiðina hingað því það er náttúrulega ekki gott ef að fólk ratar ekki þegar fer eitt hérna og vorum núna áðan á leiðin hingað að laga stikurnar aðeins og mála þeir. Nú ætlum við að labba hérna með sjónum í norðurátt undir þessum fallegu bergum hérna, fallega skaga og að Þerribjargi og þetta er sem sagt kolmúla eldstöð og gömul virk eldstöð og Múlahöfnin dregur nafn sitt af kolmúla. Þetta er sunnudagsganga hjá ferðafélagi Fljótsdalshéraðs. Þerribjarg og Múlahöfn eru ein af perlum Fljótsdalshéraðs og við erum alltaf með árvissa göngu hingað. Við erum með göngur alla sunnudaga ársins. Nú erum við komin hérna á Langasand undir Þerribjargi. Þetta er ýmist kallað Þerribjörg eða Þerribjarg og þessi eldstöð gamla er ýmist kallað Kollumúla eldstöð eða Kolmúla eldstöð. Ég veit svo sem ekki hvort er réttara. Fleiri kalla það samt Kollumúla í dag. Nú, þessi staður er náttúrulega bara einstakur eins og þú sérð og það er sjaldgæft að hafa svona fallegt líparít og litríkt út í sjó. Ég hef ekki komið marga staði þessu líka allavega. Mér finnst það mjög flott og ég kom hérna fyrst líklega 2005 og ég er búin að koma hér á hverju ári síðan. Ég hafði aldrei heyrt þennan stað áður. Hamra borgin rís há og fögur og minnir á ástir og álfasögur. Á hamarinn bláa og bergið háa sló bjarma lengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Og meðan djáknar til messu hringja opnast bergið og álfar syngja. Strengir titra og steinar glitra í stjörnusalnum. Friður ríkir í fjalladalnum. Og þegar ég fór að fara hér ferðir og gerðum þetta einn af perlum Fljótsdalshéraðs, þá áttaði ég mig á því að það höfðu voðalega fáir komið hérna, fáir heimamenn, mjög skrítið sko. En þetta nafn, sko, bændur í Hlíð, þeir kallaði þetta bara Langasand og Kollumúla, en bændur í Tungu og Hjaltastafþingá, þeir kallaði þetta Þerribjarg. Og það kom til að því að það var skein sól á morgni hérna á bjargið, þá var óvægt að breiða hey til Þerris og þeir fóru alveg eftir því. Já, þetta er sko sannarlega perla og mér finnst, þetta er uppástaðurinn minn hér. Mín upplifun var svolítið svona eins og þegar ég kom í Stórurð fyrst. Mér finnst þetta alveg breathtaking, óbúslega fallegt. Alveg magnað sko, maður sé myndir af þessu sko, en aldrei búið til svona svakalega fjögur sko. Við höfum örgulega getað eitt deginum á verri máta heldur en þetta. Þetta var frábært sko, algjör sniðugt. Ég sem betur fyrir maður ekkert loftræddur, kannski að hjálpa þið. Þetta var smá halli, ég veit ekki hvað það var smá halli, þetta var bara svona alveg þvernýft á köflum sko, þetta var óstundum á sko, en það var algjörlega þess verið sko. Það eru allir að segja okkur þessi auðveldar að labba upp, við vonum það allavega. Hann hlær og grætur og heitlast lætur af huldum máli. Bergið lokast sem
brúnar skáli og svo drukkið á dagsins stíginn styrtir að kveldi og sól nýinn í hamrinum háa og berginu bláa blundað á rósum blundað á rósum Nóttin lagar af Nú, þá ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Við hittumst aftur á sama tíma á fimmtudaginn. Kemur Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum.